það var bara mjög gott fannst mér að á þessum árum 50-60 það var svo góð sumrin. Ég man ekki sko bara sól og blíðu alla daga meira og minna í júní. Það var einn dagur, varst ekki, þegar allt heyið fór í burtu á okkur. Það fauk, já. Það fauk allt á girðingar. Já. Það kom fyrir einu sinni maður ég. Og þá verður það að fara að tína það af girðingunum svo að það er eitthvað fyrir skemmtum. Já, eitthvað. En svo var að ég man eftir ykkur tíma fórum við að, ég held að við báðir, fórum að ná í hesta fram í Þorgeirsdal. Já, já. Og við vorum náttúrulega bara með snæri spotta til þess að setja upp við á og svo fórum við á stað og var komin gals í hestana. Já, já. Og svo ætluðu þeir að fara að berjast, slást hestarnir sko. Og það var alveg ótrúlegt hvernig þeir voru konum með raskandi saman og bara upp og vísið þetta á. Þetta var alveg ótrúlegt. Þetta voru Vestfirðingar. Voru þið með einhverja skyldur þarna? Já, við vorum með ykkur svona, áður en Siggi kom, að þá var gættarsendur að ná í beljurnar, kýrilnar, þegar þurfti að fara að mjólka. Og eftir Siggi kom þá fekk hann... Þá fekk ég það hlutur. Þá fekk hann kúarektors hlutverki. Svo man ég eftir því einu sinni var mér nú dálítið á í Vestfirðingum. Að það var þannig að við vorum að gefa kálfunum skol. Það var svona mjólk og vatn saman og þeir sötruðu þetta alveg í sig. Og af einhverju vitleysu, ég ætti að Siggi hljóti að hafa hvíslaði það mér, að þá bætti ég hálsbandið á einu kálfinum við fötuna, járnfötu. Og þetta er að kálfurinn hafi ekki hlaupa af stað. Og eftir veginum og síðan Stjáni bróðir á eftir. Með fötuna? Með glamrandi í veginum allt og hann kolbrjálar og berjurnar þar á eftir og svo kom pabbi síðastur. Nei, ég var svo eftir honum og þorði ekki að hlaupa á hratt því að skammaðist mín ansi mikið við þetta. Og þetta stoppaði ekki fyrir inn á eyrinu við Þorskafjörðána. Já, já. Þú getur þetta? Nei, mér var sagt þetta, ég var ekki á svæðinu þá. Þú varst ekki koni? Svo ég gæti ekki á sagt þetta. Jæja. Og hvað gerði? Já, þá stoppaði kálfurinn, hríðskjálfandi greið og allar beljurnar orðnar mjólkurlausar sem ekki var búið að mjólka sko. Ég fekk nú smá orði í það sko. En þó ekki eins og hefði mátt búa sig. Nei. Ég held að pabbi hefur verið þreyttur á að hlaupa. Svo kom það í sér fyrir að þá horfðu við drengirnir á beljurnar að fara yfir Þorskafjörðinn. Leirurnar það bara? Yfir leirurnar? Já, já. En við kölluðum ekkert í pappans fyrir að þeir voru að vera að koma á land hinum megin. Því að ef við höfum kallað fyrir þá höfum við þurftum náttúrulega að sækja. En í þetta skiptið þá fengum við að fara yfir fjörðinn. Labbandi, svo það var mikið meiri. Svo lettu við eins og eitt voru þá voru að stela svartbagnum brauðmaga. Já, já, já. Það gerðum við, fórum út í leirurnar. Það var þó nokkuð að brauðmaga. Já, já. Sem 60 einhver. Og stela, hvað mennur því? Já, hann var að byrja að, hann var búinn að finna hann sko. Já, og þá fórum við og þá komum við á staðinn og haldum hann í burtu svo að við getum náði fiski. Já. Svo var þetta bara steikt og svo var þetta svo. Herramannsmatur. Já, já, já. Og hvað gerðu þið ykkur til skemmtunar? Við vorum með bú þetta út á Hjallanum. Ekki manni hvað þetta er Höfði mörgin. Jú, það var Höfði. Já, og svo var Stjáni bróður hans, sko, hann var það laginn að búa til bíla. Hann bjó alla bíla fyrir okkur. En við fengum nú ekki að snerta á fyrst þess að byrja. Þegar hann var nýr, sko, þá var, ég man alltaf þegar að Ísraelsjeppir kom hérna frá Kirkjubóli þarna. Það var fyrsta skiptið við sáum hann. Já. Og Stjáni horfði á hann og labbaði í kringum hann, fór svo inn í hestastíuna þar sem það var. Svo þegar eftir 2 daga kom hann út með bílinn, alveg nákvæmlega eins. Já, hann var laginn við þetta. Hann var laginn við það að búa þetta til. Já. Svo komu hérna krakkar frá Kollabúum stundum helgar. Þá var nú, ég man að þá vorum við í fótbolta og... Já, það var nú yfirleitt á Kollabeyrum. Já, svo líka, sko. En svo fórum við, ég man nú ekki hverju það voru. Við vorum í hlaupum eftir veginu fyrir vestan Alkonhóli. Já. Það var eina vestan við náðum að fyrir stelpunum fyrst.
og Sárna það náði ekki stelpuna, hún var fljótast að hlaupa. Hvað hét hún? Hún hét Þóra Haraldsdóttir. Systir? Já. Hún var ansi fljót að hlaupa. Já, hún var svona strákastelpa. Já. En hérna, hvað fannst ykkur best að borða? Þarna á þessum tíma? Þetta hafði ekki bara verið lambakjöti. Það verið kjöti, já. Já. Ég man það að mér þótti hangikjöt og svona ekkert var í það. Fyrir einu sinni að ég kom úr skóla, ég held að það var um páskana. Inga fóstra var þá einhvers staðar í ljósmæðurstörfum og pabbi hafði soðið hangikjöt og þegar að hann er búinn að ná í mig, ég hef verið 2 daga á ferðinni frá Reykhólum og heim og hluta til á hestum, að þá var hangikjötið á borðinu og ég svo vor hungraður og síðan hefur alltaf þótt hangikjöt gott. Ja. En ef við hugsaum eins og til dæmis það sem núna er allir að fá sér bara nammi eða snakka eða keks eða eitthvað, hvað voru þið að fá okkur svona... Það var náttúrulega ekkert Svindasúru. Já. Út á túni? Já. Þá lagaði með grasbundu. En svo náttúrulega pönnukökur, vöfflur og allt svona, þetta var náttúrulega raunverulega það sælgæti sem maður fékk svo þannig. Og ég man eftir því þegar ég er 5 ára gamall, þegar ég kem vestan frá Ísafirði, pabbi reiði mig yfir hérna Hvallárbreiðið og kemur niður að Seljalandi. Og þar er kona, vel þybbin og lágvaxin, og hún er að baka pönnukökur á eldavélinni. Og ég stilli mér upp við hægri hliðina á henni og ég man hún býður mér pönnukökur. Og ég var náttúrulega fljótur að tyggja hann og klára. Og ég hugsa að ég hefði borðað aðra hvora pönnukökur sem hún gat steikt sko. En ég man að hún hló bara því að sko, þetta var Vigdís Sigurðardóttir, afasystir. Systir Andrésar afans. Já, systir Andrésar. Já, systir. Þá bjó hún þar með börnunum sínum sko. Þú manstu eftir þegar við vorum í ánni, manstu ekki löppuðum með pána? Jú, við löppuðum hana niður líka svo aftur. Já. Komum ekki heim allan daginn. Þá vorum við ég held að við verum í Sundskilu þar. Já, eitthvað svo liðist. Og svona striga sko og svo bara lappað í hvern einasta heil og svo þegar við komum í sjóa þá var hann mikið hlýrri heldur en vatnið við vorum búin að mörglægt í. Svo endaði með því að pabbi kom heldur, þá var Inga orðin svo hrædd okkur að hún sendi hann til þess að fara að leita og hann náttúrulega vissi ekkert hvað við vorum, við heyrðum loksins í honum. Já. Hvað eru gamlir þarna, 9 ára? Nei, við höfum verið svona 10, já, eitthvað frá 10 upp í 12 ára. Já, það var hlið. Þannig að vetur sem þú varst, fórst þú með pappa inn á Reykhólaskóla? Já. Og þá var pabbi ósyndur. En svo hérna var sund námskeiðarninni og ég náttúrulega kom út eins og hinnir og stelpurnar voru búin að safna sig eitthvað saman af það og þá vissi ég átt eitthvað að gerast. Svo þær fara og alltaf að ná í mig til þess að henda mér í til laugar. Svo ég hendi mig fyrir á undan hleypandi og svo þegar ég kem í djúpulaugina þá hendi ég mig bara niður og í vatnið sko. Svo kom ég ekki upp aftur fyrir henni í grunnuleginu einu veginn. Þá heyrði ég helvíti, hann kann að synda. Þú varst náttúrulega búin að læra að synda í bænum? Já. En þá, við lærðum jú, það var náttúrulega alltaf sund. Ég held að bara við einhversta degi sem fórum í sund. Já, það vorum við laugin, Reykhóla.